helviti hressandi á sunnudegi að handhefla smá. Það gott fyrir brjóstkassan og ýmislegt. Þetta lítil svona smá birki grein sem ég fann fyrir 5 árum og búin að vera að þurrka hana. Og þetta á að vera svolítið svona skilfa fyrir hornabolta. En hún verður handhefluð á sunnudegi. Þetta er að koma. Svolítið vinna, en nú er hún orðin bein, sko. Alveg bein, sko. Og slá svona, sko, nú þarf ég að taka hér, sko. Þetta er eiginlega, já. Það getur verið gaman að það er hornabolta eða það er einhverjir sem eru nógu frískir í það enn þann dag í dag. Maður gerði þetta sem krakki. Sko, hérna er komið svona handfang og svo fer hún bara svona að brekkar hérna upp og hérna svona runduð hérna efst. Það er eiginlega bara eftir að handpússa með sandpapír og það tekur tíma. Svo það var alltaf að lakka hana eitthvað svona. Heyrðu, hún er efnilega þessi. Þetta er svolítil vinna. Það er svolítil vinna að pússa þetta, sko. En hérna, ef maður hefur smíðað dúfnakóða, þá veit maður að það kemur árangur eftir erfiðið, sjá til. Það er náttúrulega alveg ægileg vinna að handpússa þetta. Þetta verður ægilega fínt, sko. Svo reyndar bara ægilega töff að hafa svona smá brúnt í henni, sko. Það er eiginlega töff. Svona börkurinn er ennþá smá. Fíla það í botn. Þegar maður er að handgera þetta svona, þá þarf maður að kíkja allan tíman, tjekka og maður getur kíkt og fundið og svo gott að hafa hefilinn við hendina og taka svona kannski smá því að ég er ekki að gera þetta í rennibekksjáðu. Til auga mitt er rennibekkurinn hér, sko. Sjó. Þannig að þetta þarf að vera svolítið fínt, sko, sjáðu þið. Við erum alveg að koma, það þarf að pússa. En sko, þetta er bara greni. Þetta er samt bara greni, það er rosalega létt og fín og hvít og flott, en hún er kannski ekki rosalega sterk. Þannig að hún þolir enga tröllabolta. Þannig að ég er með varaplan, ég er með eina lerkigrein í þurrkun. Það er miklu sterkara og þyngra, en það tekur 5 ára að þurrka hana, sko, skiljið. Þannig að þetta er nú svona bara fyrsta pröfan, sko. Svo nátt að finna sér bolta og fólk til að leika hornabolta með. Nú er bara að vita hvort að maður hitti, sko, er langt síðan maður hefur gert þetta. Ok, einhvern veginn svona var þetta. Wow! Yes! Sko, og virkar. Það er hægt að kaupa svona út í búð í plastpoka og plasti. En það er ekki djókið, heldur er að smíða þetta sjálfur og handhefla og handpússa. Danke.